Jæja, komið sæl enn á ný. Hér er við feðgar, ekki bara Hjörtur, heldur Hjörtur og Nói. Kominn tími á að blogga. Og nú er spurningin hvað maður svo sem bloggarinn, maður náttúrulega lífið snýst þennan litla gutta. Og ég geti svo sem talað endalaust hann, hægðir hans sem hafa orðið óreglulegri. En ég kannski tel að það sé ekki mikill áhugi utan heimilisins fyrir slíku tali. Hann gubbar mikið, sefur, drekkur. Ég er vær drengur. En í stað þess að tala þetta ansprengi mitt og þá ætla ég að ræða kryddin sem ég ræktaði. Ég hef ekki eingöngu sáð nýju lífi á þessu jörð í formi þessara manneskju, heldur líka í formi kryddplantna. Nú, ég var hér voða stoltur fyrir einhverjum vikum og sýndi tré, gróður tré og sem ég ætlaði að leggja í nokkra potta. Svona píramída sem voru með potta og mold og fínur í og ég lagði í það, sáði í það fræjum og nú hefur þetta komið upp heldur betur. Nú, það er timjan, þessi fínleita timjanplanta. Hana hef ég ekki, nú eru flugur í þessu hérna. Hana hef ég ekki notað mikið, ég elda ekki mikið með timjan en ég þarf að vera að finna uppskriftir með fínu timjan til að geta notað þetta fína timjan. Önnur planta sem ég nota hins vegar miklu meira, það er þessi hér. Hún heitir Basilika. Hún er orðin svolítið rýr eins og sjáið. Þetta var nú miklu meira. Við notum þetta mikið, notum þetta á morgunverðarborðið með samlokum og út í ýmsa rétti. Hún vex hratt, þannig að hún endurnýjar sig vel og nýtist vel í garðinum. Nú, svo er ég með kóríander. Við eldum mikið svona á tælenska vísu og þetta nota ég mjög mikið. Og enda er þetta líka orðið frekar rýrt. Þetta var miklu meira. Ég tók að þessi góðan bunka daginn og bjóð til fínan núðlurétt með kóríander. Nú, svo er það hér grafslaukur. Ég nota hann eiginlega aldrei. En svona, ótt að síldarétti, það eru hins vegar í þessu sem eru flugur. Nú þarf ég að finna út úr því hvernig ég næði þessum flugum burt úr þessum plöntum mínum. Ef ykkur kann góð ráð, þá má hann sami leggja inn athugasemd eða komment, ummæli við þetta vlogg. Hann sefur drengurinn. Hefur engan áhuga á kryddræktun ennþá, en ég hef nú eftir að rækta það upp í honum. Og svo er hér steinseljan, hún er hálf mislukkuð. Þetta er ekki, ég veit nú ekki alveg hvað tegund af steinselju ég valdi. Hún er kannski hreinlega ekki tilbúin ennþá, ég veit það ekki. Hún er alveg bragðlaus og lyktar ekki neinu. Þannig að ég nota þetta ekki neitt. Nú, þetta er svona kryddin mín. En þetta náttúrulega er aðalkryddið í tilveruna sem er bara alveg ótrúlega snilldarverk og maður er stundum alveg agndofa yfir því hvernig maður fór nú að því eiginlega að skapa þetta meistaraverk. Og íbland hugsa maður, ég eru til aðri mattarvöld sem að sjá til þess að þetta verði svona ótrúlega vel heppnað inntak, en svo er það náttúrulega bara við Jóhanna sem eru svona frábær að geta pródúsera svona ótrúlegt inntak. Og hann er ekki mikið fyrir það að sýna hvað hann kann. Hann talar og gengur, en hann er steinsofandi núna, þannig að ég missi það því öllu svona. En það verður bara næst. Og þangað til það, segi ég. Það er að reyna að slökkva þessu hér einhvern veginn.